Síðan náttúrulega, mér fannst við eigin leik í fyrstu 2 spyrjurnar. En síðan bara gátum við ekki raskat í þeirri, við varum búinir á því eða eitthvað. Bara hættum að skauta og þeir voru undan í alla fæki. Akkurat. En nú ertu eftir þetta Di Marco, þú og hann eru svona trónið á toppnum yfir stigahæstu leikmenn mótsins hingað til með flest mörk skoruð og mikið af stóðsendingum líka. Hvað er að ganga upp hjá þér í vetur svo þú nú komið svona hátt upp? Ég ætla bara með mjög góðum liðsfélögum í línu og línan okkar er búin að vera að skora á fullu. Það er bara allt búið að ganga upp eiginlega, hjá okkur allavega. Við erum bara að fara að vinna fleiri leiki, sko. Já. Gengur ekki svona. En þið eru þrátt fyrir það næstir SA ásamt SR, eða voru það allar fyrir þennan leik? Já, það er alltaf þannig. Hvað getur svona, ef þú myndir segja okkur aðeins frá SA, hvernig er að spila gegn þeim og svona þín tilfinning fyrir þessu liði? Þeir eru náttúrulega ríkjandi Íslandsmeistarar, þeir eru mjög góðir, sko. Mér finnst þeir að vera töluvert betur en hinn 2 liðin, Björnan og SR. Já, þeir eru bara besta liðið alltaf núna, sína það eru efstir í töflunni. Við erum ekki langt eftir þeim, sko. Það er bara að bæta ykkur aðeins. Og heldur að nú er það mál okkar hockeymanna að þið séu svona slípaðri og svona agaðri og svona komið svona sterkari mynd af leikinni. Haldið þið náið að velja SR undir uggum og fara í andalegu úrslitum með það? Já, ég held að við komum sér úrslit, sko. Við erum búin að, leikinu okkar er búin að mjög kaflaskiptir. Þegar við náum að stilla okkur saman, þá gengur þetta mjög vel, sko. Og eins og sáum við bara í fyrstu periódu af þessu leik. Svo við vorum að yfirspila og vorum með 22 skotum mörkum undir 9 eða eitthvað. Við bara heldum ekki áfram að gera það, þannig að við rústaði þessu leik, sko. Þannig að ég held að við höldum áfram að gera það í vetur og vorum klála í úrslitakeppninni, sko. Ok, ég held það líka. Takk fyrir spjallið, Vin.